Ég átti erfitt með MeToo-byltingunni fyrra sumar, var rosalega máttlaus í alveg viku. Átti erfitt með basic hluti eins og að fara í sturtu og hitta vini. Já. Ég held að það sé mjög eðlilegt ef að einhver hefur lent í svona erfiðri upplifun og svona áfalli að þá þegar það er svona mikil umræða að þá fer maður kannski að hugsa svolítið svona tilbaka við sína upplifun. Þannig ég held að það sé bara mjög eðlilegt að eiga erfitt með svona stórar umræður sem eru svona djúpar. Og alltaf poppa upp. Ég skammast mín smá að hafa leyft honum að stjórna mér svona. Skömm er ótrúlega algeng tilfinning og hún er rosa ósanngjörn og erfið. Og já, ég held að hún verður að díla við það líka. Já, klárlega. Ég var erfitt með að sjá strákinn sem gerði þetta. Já, þetta er náttúrulega langoftast einhver sem er nánir, einhver sem þekkir kannski. Og eflaust erfiðara að forðast það fólk. Já, einmitt. Og litla Ísland, maður sér alla, sko. Og já. Og ég held að það sé bara mjög eðlilegt að finnast það erfitt. Og glada, sko, það er ekkert mikið sem þú gert í þessu. Nei, já, einmitt. Þetta er flókið, sko. Ég þorði ekki að segja neitt. Hann tók svo buxurnar mínar af og ég fraus. Ég var starandi í loftið og vissi ekki hvað ég átti að gera. Já. Ég held að það sé mjög algeng viðbrögð að frjósa og þótt að maður frýs og veit ekki hvað maður að gera því samt ekki að þetta var ekki brot. Þetta voru raunverulegar spurningar sem kom inn á sjúkt spjall. Hvetjum allir til þess að fara inn á þetta, hvort það maður fyrir sjálfa þig, einhvern vin sem maður er í toxic sambandi eða ekki. Einmitt. Ef sjálfur að gera eitthvað rangt. Opið á mánudögum, þriðjudögum og miðvikudögum. Og það er á vefsíðunni sjúkást.is. Allt nafnlaust. Og það er allt 100% nafnlaust. En er eðlilegt að líða svona? Ég held að það sé mjög eðlilegt að líða svona. Og sama hvernig líður þá getur alltaf haft samband við sjúkt spjall.